Velkomin í bókakjallarann. Ég með frábæra gest hérna, en rólegur aðeins. Ég ætla aðeins að renna í gegnum kostendur þáttarins og þú ert reynda byrjaðar að njóta hérna þessa kostanda, kalda. 0%. 0% sjálfsögðu. Þú veist, þá getur maður vaknað á mótna og fengið sér bjór. Þess vegna er ég búið með 4. Já, svo þegar renna í gegnum annan kostanda, það er Storytel. Og ég hérna, ég vil snemma í rúmið og svo ég að lesa fram með svona 1-2 á nóttinni og ég er sjúkur í glæpasögur, ég er sjúkur í svona skáldsögur, en svo alltaf fólk að væla yfir því að það sé ekki til barnabækur. Það er haugur að þeim þetta og ég hérna veit að, og við ætlum að ræða barnabækur hérna við þig á eftir, en þess að við erum með gest, geggjaðan gest, Arnfinnur, hvað það segir? Takk fyrir að hafa mig. Addi Naflakusk 2B. Hvaðan kemur það? Þetta er sko, ég ætla bara að segja söguna. Já. Þetta er mynd frá 96 með Robin Williams. Okay. Það sem hann er nýstrákur í einhvern skóla nema hann er með einhvern sjúkdóm, hann verður gett gamall. Og til að fara mjög hratt yfir þetta þá kynnist hann strákum, er komin upp í eitthvað tréhús að leika og þeir að prumpa í dósir og eitthvað og einn af þeim með krukku full af naflakuski. Já. Og einn tegir sig hérna, ég er með meira og setur í og þegar ég er lítill og sé þetta ég hvað var þetta? Já. Mér finnst þetta ógeðslega flott, ógeðslega töff og af hverju, hvernig gerði hann þetta? Okay. Og síðan mörgum árum seinna á tegið mig í nafla og bara, wow! Nei! Ég er á neitt af þeim! Þegar þú fannst þetta fyrsta naflakuski. Þannig að ég er búin að halda í það, en síðan, þú veist, ég kom með samfélagsmiðlana eins og Instagram og þetta alltaf þurfti ég eitthvað nafn. Já, manni eftir þessu. Það er svo, hérna, það eru örugglega fáir sem þekkja því svona fyrir utan kannski tónlistagerann og myndlistagerann, þannig að ég ætla svona aðeins að neymdroppa fólki sem þú er unni með. Okay. Þú ert til dæmis einn af Ice Guys gæjanum, þú ert búin að vinna mikið með Herranett Smjör og Inga Bauer og síðan ertu, já, þú ert maðurinn á bak við lúkið á Hugo, til dæmis. Akkurat. Byrjum aðeins bara 2017 þegar að þú byrjaðir að teikna frægt fólk og tengdust ekki Herranett Smjör í framhaldi af því? Jú, einmitt. Að leita mér athygli á samfélagsmiðlum. Og varst einhvern veginn að næra hégum að gjarna fræga fólki. það er þín og ekki mín. Já, okay. En, jú, vissulega. Hvernig var það? Hnetan postaði einhverju flottri mynd, þetta verði ég að teikna. Svo ég hendi upp og setja á grammið, takka og þá, þú veist, strax repost og komment og athygli og þá svona byrjar hann að sjá, þetta er eitthvað töff gæi. Og þá er ég svona búin að planta fræi greinilega og sama með Daða Freyr, gerði það nákvæmlega sama. Og Býtu varst að vinna með honum líka? Daði Freyr? Já. Ég gerði túrpóster fyrir þar seinasta túr. Áður en hann fór eftir hann var í Eurovision? Já, ég held það. Ok. Eða fyrir, ég maður ekki. Hann er alltaf búin að, hvað voru þetta, 3 skipti? Jú, eða 2, já. Hver veit. Já. En allavega, höldum árum minn Árna, Herranett Smjör. Já, og síðan náttúrulega kemur þátturinn, Kling Kling. Þá var það samt eitthvað sem að þekkti mig úr Startup Reykjavík sem að myndist á mig. Ég teikna það, síðan allt sem var í introinu og grafík inn í þættinum. Og síðan þá hefur Árni Hneta bara heyrt í mér þegar vantar eitt eða annað, hvort sé cover eða eitthvað grafík. Ég gerði mitt logoið, Cowboys logoið fyrir hann líka. Ok. Þannig að þú ert fyrst og fremst, þú kallaði sjálfan á LinkedIn myndbandsbúatilari. Myndbandsbúatilari. Og maður tengir bara strax við það. Ég meina, þetta er svona hringur sem heldur utan allt sem ég gerir. Því ég er ekki bara að taka upp eða bara animata eða bara að gera hitt og þetta. En þú ert einhvern veginn, ok, ef ég er bara með hugmyndað einhverju sem að kallar á eitthvað myndrænt, það er eitthvað sem að þú bara elskar að vinna með. Þegar fólk nálgast mig með eitthvað hugmynd, helst hálfbakað hugmynd, þá næ ég svona að láta ljósum mitt skína eitthvað neginn. En sko, að því þetta er svo mörg ólík verkefni sem þú ert í. Þú ert þarna með Herranett Smjör, svo ferðu að þróa típuna Hugo. Akkurat. En Arnar í Kjellsöp, hann byrjaði. Hann kom með einhverjum svona grunnhugmynd, var það ekki? Þetta er hans hugmynd. Ef ég mann sögunar rétt, þá var Arnar Eiffels, hann hringir í hnetuna, bara mig langar að búa til popstjörnu, ég held ég sé með formúluna fyrir þessu. Bara ok, cool, og þá þurfa að búa hana til og hann
heyrir í mér og segir mér bara, þetta er hvað var aftur? Þetta er cool típa sem grenjar á klúbbnum og það var einhvern veginn svona norðurstjarnan í kattalíki og ég þurfti ekki meira, síðan byrjaði ég að teikna og svona vinna með Arnari mitt hvernig við viljum sjá hann fyrir okkur í jakkafötu með dýraskargripi og reiki vindil inni Þeir komu til mín í framhald af þessu einmitt og báðu mig að vera með í að framleiða sjónvarpsþættina og sýna þá Stöð 2. Og það voru svona stórar hugmyndir einmitt að þessi típa yrði fræg, kæmist á þjóðatíð í Eyjum og svo myndum við lánsa þáttunum en enginn myndi vita inn í lok þáttana hver þetta væri. Já. Var þessi hugmynd alveg rosalega skýr fyrir þér? Mér fannst það líka út af því að við vorum með svo skýrt dæmi eins og Gorilla skilur, þeir komu fyrst fram alltaf bara þú veist bara voru svo geggjaða grafík eftir hann nú man ég hvað hann heitir en það sem að tónlistavídeóin, plötukófurinn þetta allt en síðan voru þau bara að performa bak við tjald og bara skuggar sem þú sást til að byrja með og við náttúrulega vorum með þetta sem mikinn innblástur, þú veist, Gorilla og þetta allt og ég nýtti mér með það svona til að byrja með stílinn þegar að finna það Ég sá viðtal við þig á síðu Rúriks Gíslasonar hún heitir Rúrik Gíslason online. Og ég hugsaði strax, hvað, tók Rúrik viðtal við þig eða hvernig var þetta? Að því að þar ertu að tala hvernig þú komst til dæmis að æskæs ísnum. Einmitt, það var reynda mér fyndið þetta væri Rúrik bara eitthvað að hafa sambandið með svona. Ég trúði því reynda. En ég held að þetta sé þýsk fullorðin kona sem bara Rúrik fangirl og hún búin að vera að tala við mig mikið á Instagram að spurja mig bara, hvað ert að gera með æskæs? Hvað ert að gera? Þekkirðu Rúrik? Nei, en þú veist, ég þekki þennan og við erum ekki búið til svona og já, til að svara hvernig ég komst í ísdæmi þá hringdi Árni bara í mig mér langar að búið til teiknimynda tónlistavídeó ok, cool, og fer að hugsa gett mikið og við höfum samt engan tíma eins og alltaf þegar fólk að biðja mína þjónustu og mig endilega gefa mér meiri fyrirvara og þá En samt þetta góður þetta á stuttum hann kann líka á mig þegar út af því að ADHD hausinn minn þegar bara, heyrðu, ég með geggja verkefni sem þarf núna og ég bara, ok, ég ætla þá að henda öllu og byrja það bara að vinna núna því nú er ég með skýrt markmið og ég veit að ég þarf að skila þarna og ég veit hvað ég þarf að gera Ég held að lengri tíma myndi ekkert gera fyrir þig Það er bara latur og myndi geima þetta fram að síðust Þá fresta ég mitt og þangað til að ég verða að byrja Þannig að gefið honum skamman tíma eða leið til Ekki gera það samt en sko hann hringdi bara í mig og sagði bara, mér langar að gera svona hann sagði mér voða lítinn til að byrja með og ég fyrir að hugsa bara, ó nei, hvernig hefur ég gera þetta við endum að taka fund og fundi, ég verður að segja frá þessum fundi því að ég vissum að ég hafa verið punkar því að þess sko ég fer heim til hnetunar og Kristmundur Axel svarar og kynni sig sem hnetan og eins og við vorum að ræða á hann þá smá andlitsblinda, ekki alveg besta með andlitin þetta herra hnetusmið? Ég hef alveg hitt hann, ég veit alveg, þetta er ekki þú, þetta hann samt? Og síðan kemur Árni og tekur á móti mig bara, hei, sjáðu, my casa, gott að sjáðu, allt rosa flott. Og síðan bankar ykkur dyrnum og inn kemur Jón Jónsson í einhverjum svaka ham. Hann í, mér langar svolítið að standa upp. Nei, ég ætla ekki að gera. En hann kemur inn, hann svona síðum svona Gucci jakka eða eitthvað svona niður fyrir hnén og hann pimpbolkar inn með pínulítinn hund og sólgleru og hann segir ekki en hann bara hæ og ég Jón Jónsson, gaman að sjá þig og síðan fyrir ég að klappa hundinum hans og hann hei, hvað, má ég segja hæ og ég kalla hundina druslu og hann tók geðveikt nærri sér þetta kalla hundi minn druslu guðminn góður fyrirgefðin og síðan förum við eitthvað að skoða húsið mitt hjá Árna sem að hann finnur eitthvað svona svaka moonboots klæðir sig í það og byrjar bara að syngja þetta er eins og draumur þetta er nefnilega eins og draumur það er svona hugsa þeir hafa gert það viljandi svo enginn myndi trúa mér það sem ég er að segja núna þetta hafa bara verið eitthvað leikar sem ég labbaði inn á en síðan byrjuðum við að tala bara okkur langar að búa til þetta er svo fyrir ís við ætlum að gera ís líka viltu smakka og þá var ég held ég hafa ekki vitað að þetta væri ísauglýsing líka þótt að lagið þetta heita stíguð inn í ísheimin Já, hélstu fyrst að þetta væri myndband fyrir bara lag Planið var að gera tónlistarmyndband og síðan breyttist þetta bara rétt fyrir þennan fund að þetta átti frekar það bara vera svona innslag, bara taka brot úr laginu og nota það síðan sem auglýsingu og ég var ok, við kunum klárlega gert það
og hann skefur mér að smaka hann geggja ís og síðan fer ég bara að vinna og heyri bara í nokkrum gæjum fyrir á LinkedIn fann þar tvo mjög góða gæja ég man ekki nefnið þeir akkurat núna Skiptir ekki máli, við finnum það seinna finnum það og Ómar Vító kom mjög sterkur inn sem hjálpaði mér með lubbaverkefnið á sínum tíma og vinur hans, þannig við vorum einhverju 7 sem náðu að gera þetta myndband á 3 vikum hönnun, animation, hljóðsetning og líka þegar að þeir sína mér fá mig hann á fund, þá lagið langt frá því að vera tilbúið þannig að ég var bara með BPM og ég var með svona smá brot af laginu svona það sem að myndi verða En þú varst nokkuð veginn komið svona tilbúin með þitt að einhverju liti Við bara tókum brainstorm bara okkur langar í snjóbretti, okkur langar í snjóflóð okkur langar í sprengjur og já, og ég var náttúrulega búinn byttu ég nefnilega gerði hönnunina fyrir ístæmið alveg einhverjum mánuðum áður og þannig var það og nema vissi ég er ekki svona viss hvort ég vissi að þetta væri ís þá en ég átti allan að búa til teiknumynda útgáfu af Ice Guys sem ég gerði og Ferlið hefur verið mjög súrt líka nei, það nokkuð ég tók ykkur að helgi upp í sumarbústað teiknaði það upp, allir ánægðir en ég hannaði það ekki með animation í huga þannig ég þurfti að einfalda þessa hönnun sem ég var búin að gera fyrir animation fekk það gæja sem að býr í Portugal til þess að taka mína hönnun og gera það sem kallast að rigga það sem hann býr bara til brúður byggt á minni hönnun sem að aðrir geta síðan hreyft Ég skilji Svo skrítið því ég fór að ég vissi ekki mikið þig en svo þegar ég fór að átta mig á því að ég fór að skoða þig betur þá áttaði mig að þú búin að koma að fullta verkefnum sem ég hef verið viðriðin líka og þetta svona típist með gott fólk á baku tjöldin að þeir sem eru fremst eru eiginlega bara eins og þessi að gera það einir og er mjög sjaldan að vísa í snillingana sem að í rauninni skapa þetta allt og þetta er gaman það er fullt af verkefni sem þú vannst fyrir til dæmis Ketchup Creative sem að ég keypti af þeim en þú ert maður sem að lagði þetta myndræna lúk á allt saman vissulega á mikið af verkefnum Er þetta sárt að fá ekki kreditið fyrir allt sem þú hefur gert? Ég hef aldrei pælt í því ég tek það sem ég ger og ég setja á grammið mitt og fæ ágæta athygli fyrir það væri til meira með flott Instagram Takk fyrir það Addi Naflakusk ég held að sé bara 1 orð 2B, muni það og eins og segir mér finnst ég fá nóg athygli ég held ég hef aldrei litið á þetta sem eitthvað svona okkur ekki að segja hvað ég heiti Þú fær athyglinni í réttu hópanum og svo spyrstu að sjálfsögðu vel út Svo hefur komið að bókum að því að þetta er nú þáttunum bækur við höfum ekkert tala Ég kom með lítinn glaðning af bókinni sem ég gerði með Vibe þegar fekk strákan til að árita Já, þú gerði með Vibe Geggja, takk Kem ekki tómendur í bókaklubbin Bókakjallaran Hvað býtu, er þetta nýtt? Er þetta kom út? Þetta kom út fyrir hvað? Mánuð eða tveimur mánuðum Þetta allt rennur saman í eitt þegar þú ert að frílansa En til þess að segja þér hvernig þetta byrjaði þá vorum við væbræður að okkur langar að gera teiknumyndaþætti bara af öllu ruglunu þeirra því að þú veist, ég veit ekki þeir sem hafa verið með þeim í herbyggi það meikar ekkert annað sens en verður maður ekki alltaf þreyttur að vera lengi með þeim í herbyggi? Nei, veistu, því að þetta ef eitthvað þá ítir þetta bara upp þegar þau eru komin heim þá svona þá er þetta búið þá opnar maður eitt kalda akkurat og við fórum við tókum okkur smá session þar sem við vorum að bara pæla hvað myndi okkur langar að gera og ég var bara allt, okkur langar að gera allt þegar við erum að gera eitthvað teiknað þá eru allir vegi mögulegir og þú veist, það er bara ímyndarafli sem heldur aftan á manni og okkur langar að gera svona þætti fyrir þú veist, fyrir kannski 6 til 13 ára svona tweener hópin kannski það sem að þeir eru að lenda bara í alls konar æventurum og nota tónlist til þess að leysa sig úr þeim klípum sem þeir finna sig í og þeir eru alltaf söguhöfnar og þeir eru að lenda í og hver er og svo er þetta vinur þeirra Abin Monkey sem var með með sviðinu mér finnst mjög mikilvægt að hafa hann með því að hann er svona ákveðin þunga með en samt ekki
og svona dreifa það svolítið niður á jörðina. Segðu mér hérna, er þetta litabók? Sko, Tommi hjá Sögur útgáfa, hann sagði, þú ert búin að teikna allar þessar myndir, af hverju gerum við ekki litabók líka? Og þetta er besta hugmynd sem ég á ævinni heyrt. En hvenær er allar að gera teiknumyndina þá? Sko, við byrjuðum nefnilega á því. Við vorum byrjaðar að, við gerum nokkur handrit. Þessi bók var mitt handrit. Og svo sagði Matti bara, mér langar ekki bók. Við erum búin að skrifa upp helling. Okkur gerum við, endur orðum þetta og gefum þetta út. Hann bara, ok, og ég heyrði í útgáfanu því ég hef gert nokkra bækur með þeim, Sögur útgáfa. Og þau var bara strax til. Okay. Og við fórum bara beint í það, bara að vinna, klára, gera og græja. Og þá var mitt komin með hugmyndin að gera litabók. Því að, eins og ég sagði, alla myndina voru tilbúnar, en síðan, þú veist, var það kannski ekki alveg nóg, þannig ég tók líka fullt af efninu sem ég hef gert fyrir mitt social media, þú veist, eins og Spotify myndir og hitt og þetta og blandaði inn í og bjótt nokkuð þrautir líka. Þú sendir mér lagalista, hérna, Spotify lagalistan, það sem út viðriðin, sko, alveg haug. Akkurat. Ég var að hlusta á þetta hérna í alla morgun og rúllaði svona í gegn og það var bara geggjað að þar kemur svona dálítið neymdroppið fram, en svo gerðu teiknumynd fyrir Sjónvarp Símans, Lubbi finnur málbein. Akkurat. Var það bara enn neitt að einhver ringiði með hugmynd og þú vinnur svona? Já, það var mitt Arnar sem að hringdi mig þar. Og bara ég með þessa bók, hún er sjúklega vinsæl. Og þetta er bók sem er á öllum leikskólum. Allir leikskólar nota til þess að kenna börnum að tala og lesa. Því þetta eru hljóð en ekki... Þetta er málróf, stafróf, málróf, frekar en stafróf. Okay. Því þetta er hvernig þú berð fram stafina frekar en eitthvað annað. Það sem við fylgjum þessum hundi að finna málbeinin. Og hvað, þetta voru 35 þættir sem við gerum. Og ég var einn að gera alla grafíkina, allt animation, öll hönnun og síðan var deadline að nálgast ansi hratt. Og þá fékk ég hjálp frá honum Ómar Vító, hann hjálpaði mér með kannski senasta fjórðungin sem var mjög, mjög vel þegið. Svo varstu partur af bókinni, hérna, frasabókinni. Akkurat. Þá, gerði kápuna og myndirnar þar inn í. Hún var rosalega vinsæl fyrir 2-3 árum. Ótrúlega vinsæl. Ég held að hún hafi prentuð í 3 upplöfum. Já. Og þar var ein endurútgáfa, þar sem við höfðum bætt einhvern frösum við og við fórum eitthvað aðeins yfir myndirnar aftur líka. Okay. Ég fekk enga prósent af því. Nú? Það því miður. En hérna, sko, að í þessum bransa, það er stundum alveg brjálað að gera og stundum er lítið að gera og þetta er allt í einhverju svona sveiflum, en bara geðu mig svona, hvernig langar þig að þetta þróist? Hvað það sem ég gerir, vinna mín? Já, bara svona næstu mánuði, næstu 2 ár. Viltu bara að þetta gerist svona sjálfkrafa eða langar þig á einhvern stað í lífinu með þetta alls? Þetta er vissulega búin að vera bara ákveðna autopilot. Ég er mjög lánsam þegar kemur að því að mikið af fólki sem getur eitt á góðtakkan þekki mig og heyri þá um mér og þannig að þetta er vissulega búið að vera mikið á autopilot en það væri mjög gaman þegar ég væri kannski með 2 verkefni á ári. Ég held að það væri næs. Geta einbeitt mér á okkur einu verkefni í hálft ár og gert það vel. Það væri draumur. Já, ég held að þú getur það ekki. Nei. Ég held að þú verður svona 10% að það verður 10 verkefni. Það er nefnilega raun. Ég er oft með allt of mikið. Eins og í seinustu viku var ég ekki með nein verkefni fyrir nóvember en bara á mánudaginn fylgdi ég nóvember. Eitt sem ég langar að spyrja, ég sagði á LinkedIn frá því að ég væri að fara að byrja með þess að þætti og bað vinni mín á LinkedIn að koma með ábendingar af viðmældum. Og ég fekk alveg hauga bara ótrúlega flottum típum en það var eitt sem stakk upp á þér og einhver vinnuðinn Stefán Alli gervigreinda kóngurinn já, einmitt og hann sko það var svo gaman að því að ég tók mark á öllum þessum ábendingum ég skoðaði alla og mér varst allt svo eitthvað áhugavert fyrir því líka en svo sagður mér að þið hefðu lent í einhverju svaka atviki út í Póllandi, þú og Stefán Alli. Með fleirum. Hvað gerist? Svo ég hendi fleirum undir rútana og Ingi Báum með okkur líka og nokkur aðra vinnir, guðmigóður. Þetta var 2018. Já. Ég sagði að við værum þjáningabræður. Já. Því að þessi ferð svona bara batt okkur saman. Já. Og... En ég meina, ok, bara í stuttumáli, eitthvað var byrlað. Já. Hvernig gerðist þetta? Sko, við fórum
ef við byrja bara byrjunni þá fæ ég símtal á þriðjudegi bara hæ, við ætlum til Póllands ætlum að Michelin-stjörnustað að borða og við fengum hérna penthouse íbúð þetta kostar 20 skall flug og gisting, já, ég kem með og á 5. deginu fórum við fyrsta kvöldið, það var geðveikt eins og eitthvað úr bara með bíómynd bara frábært, borðum ógeðslega gott og það var djammað og hrikalega gaman syngjum dagurinn eftir þar sem við ætlum að fara á fína veitingastað það var ömulegt og síðan ætlum við niður í bæinn og okkur hvergi hleypt inn og fyndið þið rifið þetta svona upp og svona blasir þetta allt við mér hvernig var þetta var, við erum komin niður í bæinn og það er ykkur svona hei, vil ég kíkja hérna á þennan stað þú veist, þau eru bara að borga svona mikið og síðan bara fritt áfengið fyrir inntökugjaldið og ég alveg, nei, ég ætla ekki að gera það þetta hljómar eins og bull tökum hringin og hvergi hleypt inn og þannig að við förum aftur hérna og hei, hvað segirðu, hvað kostar inn förum inn og fáum þessa dýrabjölla á borðið okkar og ég segi við strákan, heyrðu þau eru pottþétt að fara að láta okkur fá eitthvað sem við viljum ekki fá og fara að ofrauka okkur eitthvað og það var mamman í hópnum og síðan hérna fyrir við á skála, jippi, gaman við um Póllandi og síðan ítum á bjölluna, fáum meira þá er skrítið bragð björnum það er eitthvað ekki rétt hérna og skilum því og fáum nýja og síðan bara, sorry, hérna er heil flaska fyrir ykkur sorry, við ætlum ekki að meina ykkur neitt og síðan einmitt svona byrjar kvöldið að verða svolítið skrítið þar sem að það veist þetta er orðið allt voðalega loðið og ég mani mitt að hérna Sæðu það bara já, ég var eitthvað hérna á klóstinu og eitthvað að tala við ykkur að vinni á Íslandi kemur einn á okkur í engum fötum inn og ég alveg, hvað er í gangi og þá kemur dyravörðurinn bara, hvað er þetta að gera, af hverju þetta allsber og síðan, herðu, ég gleymdi besta partinum, þegar við erum að labba inn á staðinn áður en við komum inn, dettur gaur út þegar við erum að labba inn og ég alveg, rólegur gaur, það er ekki einu svona komið miðnætti þetta er svona subtle foreshadowing því að þú veist, 10 klukkutíma seinna erum við að gera það nákvæmlega sama við vorum inn á þessum staði 10 klukkutíma í 10 klukkutíma? í 10 klukkutíma, það voru símar farnir, glerugu Senst að þið voru rændir allt ykkar dót það var bara gjörsamlegt blackout og við hérna einhvern veginn finnum okkur heim í sikkur lagi allir einn var bara fötin hjá einum voru alveg ónýtt og við byrjum að púsla saman bara hvað er í gangi hérna bara þinga sem þú gætir ekki dreymt sko og allir fara að skoða yfirlitið og það bara er 100 áskalla sem vanta öll kort lokuð nema mitt, ég hef með fyrirfram greitt kort á 6.000 kall tekin af mér ég týndi glerugunum mínum það var eina af sekendi en þú veist, það var eitthvað 600 kall hvernig leiði ykkur eftir þetta? Ömurlega þetta var, sko, við vorum í viku að ná okkur bara líkamlega og ég þurfti mitt að fjármagna leiðina heim því að þú veist, öll kortin voru lokuð þannig að það þurftum bara að nota mitt kort til þess að komast heim þannig að þetta er verra en vond þinga Guð minn góður, þetta var anstyggilegt og ég er stikli við stórtina sko, en þetta var sko, mér finnst það mjög fyndið þegar ég lít tilbaka því að ég tapaði ekki miklu sko, nema kannski sjálfsvirðingunni en margir voru alveg lengi ekki geta að tala um þetta en mér finnst það mjög fyndið sko Segðu mér þetta, því að þú ert mjög tatúveraður en þetta hefur alltaf einhverja merkingu eins og inn í lófunum á þér hvað er þetta? Sko, fengum þetta ég og konum fengum okkur eins, þetta er sko, ef þú skerð þetta merki í lófun á þér, þá átt að fá óskiðinar uppfylltar og mér fannst það mjög töff, okkur fannst það bæði mjög viðandi, hún er engin einhver tattúkonu sko, þannig að grjótart að sjá hana mitt með lófatatú, því þetta var örugglega sásukafyllsta tatú sem ég fengið og ég með þið nokkur og hérna, þú trúir á þetta? Ég get ekki gert neitt annað, ég er með kveisustaf hérna á hliðinni sem á að hlífa mér veikindum og sjúkdómum Þú sýndir mér þetta á hana, ég ætla ekki bara að biðja takk þetta upp hérna og þetta er sem sagt, þetta er bara svæði sem að á að verja þig fyrir sko merkið ver mig sko, á að verja mig ég hefði getað fengið mig miklu minna eða annar staðar og þú trúið þannig á þetta ég get ekki gert þetta þannig því að ég hef ekki orðið veikur sín í fekkitar og mér finnst það að sloppið ansi vel við þinguna líka þannig að þetta líf mér En hérna, við fórum alltaf að tala um pappaðinn á hann Jú. og þú sagði mér frá því að hann væri mikill handverksmaður svo sýndur mér Instagramið þess og hann er alveg magnaður svk.ehf Hvað sagður? svk.ehf á gramminu og hann er með svona vegstæð í Garðabænum Akkurat og ég bara sjaldan séð annað eins hvernig hann vinnur bara úr við því
En hvað hann að gera með þetta? Hann að selja þetta? Hann býr til mikið af eldhúsáhöldum og svona og borðáhöldum og skrauti. Já. Hann gerði með þessa eyrnálöka sem ég er með hérna fyrir 14 árum síðan. Þetta úr svona við? Þetta úr Hvalatún reyndar en bara til að nefna skart og eitthvað. Og hann, hvað segirðu? Hann smiður. Akkurat. Og vann í húsasmiðin lengi en nú hann bara með aðstöðu heima fyrir eða? Hann bæði heima að tálka og pússa og gera og græja og síðan hann með verkstæði í Garðabænum að búa til stærri hluti eins og möblur og hvaðina. Og þetta bara svona eitthvað draumatæmi, hann gerir þetta bara hann bara komin að þann aldur sem hann eiginlega ekki að vera að vinna, hann bara að vera hann að gera akkurat það sem hann að gera, hann bara dútla, búa til öll eldhúsáhöldum mín, þetta allt eitthvað tréverk eftir hann. Sýndi mér eitthvað geggjaðan staði kringu sjónvarpið þitt heima, sem bara svona ótrúlega flott og það allt svo vandað, en allt svo uník einhvern veginn, allt svo einstakt sem hann gerir. Akkurat, það bara bamminn í húð og hár, sko. Færðu þessa svona skapandi tilfinningu bara, eða skapandi getu eða hvað við kallum það? Hlýtur eiginlega bara að vera. Í gegnum hann. Systir hans líka mjög svona listræn, myndlistakennari. Ég var að fara að segja frá Instagram síðan hennar líka. Við ætlum ekki að gera það, en þarna... Þú svo fleggir allir í fjölskyldinni. Fleggir öllum. Jú, ég hlýtur eiginlega bara að vera, sko. Líka foreldrar mínir voru líka bara mjög duglega að ýta undir þetta listræna eðli, þú veist. En hvernig leiðir í skóla? Það gekk kannski ekki allt og vel, sko. Þessi típiski ADHD-krakki. En vann ekki mikið af verkefnum. Mamma sendi mér einmitt mynd af samrænduprófa einhvernum mínum bara í seinsta mánuði. Hún hafði fundið þetta þegar hún var að flytja. Í starffræði fékk ég 1,5 í samrændi í 10. bekk. Og allir hinnar einhvernar voru með svipar nema enskan reyndar. En þú veist, það gefur svolítið sín á minn svona skólaferil. En sko ég hefði á tilvíkinu, ég tengið alltaf við það vegna þess að ég var með alveg ótrúlega flottan og skapandi kennara þegar ég var aldrinum 11-12 ára sem að bara ruddi stundum borðanum bara og sagði, nú förum við bara að leika og spinna og tók eitthvað ljóð og þú leikur foss og þú leikur sól og annað. Og fyrir vikið, þá man ég öll þessi ljóð sem við vorum að leika. Maður tók þetta einhvern veginn svona í gegnum sig. Og þá pælir maður í því sko allavega gagvart krökkum eins og okkur sem að þurfum einhvern veginn hreyfingu og hugsa kannski meira í myndmáli getum við brotið meira bara sko námið upp með einhverjum hætti. Vissulega, eru ekki byrjuð að gera þetta líka eitthvað leita, vera meira úti, sérstaklega snemma, þú veist, af hverju vera að setja þessi litlu krakka í einhverju stóla allan daginn, frekar bara vera úti að læra og þreifa og finna og gera og græja. Og þetta að aukast. Já, það ekki? Jú, og svona skapandi kennsla, en kannski má það bara gerast enn hraðar og enn betur. Já, ég meina, ég náttúrulega engi sérfræðingur með þetta eitthvað, en ég reyndar sko, Álftanesskóli, þau reyndu sitt besta að höfða til mín, einmitt eins og segir, þau bara, allir vill ekki fara út bara, að hlaupa, taka hring, og ég fekk að gera það, og síðan líka leyfðu mér að gera alls konar verkefni, þú veist, í myndmáli eða að búa til myndbönd eitthvað þannig, þannig að þau með eiga það, gáfi mér mikið undir fótinn að reyna að skila verkefni þannig, en þú veist, það var samt ekki öll verkefnin. Nei. En þú allavega gaman einhvern veginn að miðla, þú veist, og ég meina að þú ert að gera þetta frábærlega eins og með væpið, með frasabókinni, Lubba, Akkurat, það einhvern veginn svona, það einhver taug í þér að þú virðist ná að fá okkur til að sjá allavega í myndum og gera okkur auðveldar að læra. Einmitt, ok, já, það bara mjög gott að heyra. Já, ég held að vita það, en allt í lagi, ef enginn hefur sagt þér, þá bara segja þér. Já. Ég ætla bara að kveðja þig, það bara að geggja að vera með þér. Ógeðslega gaman að vera þetta, komið góð. Já, og það bara frábært að hafa þig. Eitthvað svona sem vilt segja okkur í lokin? Þú ert að fara að gifta þig í vor? Ég ætla að gifta mig í vor, afmælinu mínu, það verður gaman, bara lítið á nett, þú veist. Þið ekki búin að fá bóð út því að það bara engum bóðið og þú ætlar að syngja í karaoke hafa karaoke-herbyggi það verður karaoke það verður pílu ekki fá líka bara tattoo-artista og hafa þetta bara gaman ég held að við komum bara þú þarft ekki að bjóða okkur, við bara mætum ég ætla að renna yfir mína draumakostendur því ég þeim svo þakkláttur að vera partur af þessu og þú þarft að lesa
ég þarf eiginlega að fara að sko setja eitthvað af þessum bókum upp hérna sem þú hefur komið að frasabókin og það hlýtur að vera á Ég var líka að Storytel. gera eina sem ætti að fara detta þarna inn Ok, Hvað, ekki fá þér hamstur Ég minnst gett hana bara en hún Ok. er þarna einhver staðar sko, og ef þú ætlar að hlusta ok, ég hérna tekkaði, ég þarf að tekka því hvað ég finn og þú ert búin að drekka slátt af bjór Fullt og 0% við með það í huga og ég hérna þakka Guði fyrir að þú varst ekki að drekka hérna 4,5%. Addi Naflakugs, takk fyrir að vera með mér. Takk fyrir mig